Gunnar, þetta nú svona fyrsta, já, frumbröðin þín að taka við Fjölni og stýra þeim hérna í sem nýliðum í fyrstu deild, eða efstu deild, hvernig svona hefur þetta farið af stað hjá þér? Jú, mér líst bara vel á þetta sko, einmitt frumraun mín sem aðalþjálfur en ég fekk hérna 2 góð ár með Patrik Jóhannesinni og lærði ýmislegt og hérna ég er bara fullu tilhlökkunar, þetta er náttúrulega verðugt verkefni en bara gott að vera komin á heimaslóðir. Já, já, þetta er þinn uppeldisklúbbur. Já, ég er alinn upp hérna í yngri flokkunum Fjölni og gott að geta aðeins hérna borga tilbaka líka núna og ætla að yfirga Fjölni kannski snemma því að það var ekki neinn meistaraflokks starfsemi í rauninni þá þannig að ég fór frekar snemma en ég er alinn upp hérna í gráinum. Og hérna, og þetta er nú svona, það er svona, þið ráðist, já, þú ræðist eitthvað að garda hann sem er lægstur, þetta er alltaf erfitt fyrir nýliða að fóta sig í efstu deild. Já, það er rétt og einmitt kannski sagan hefur sýnt að það hefur ekkert mörgum tekist að halda sig í deildinni en ég held að það sé kannski bara við erum svolítið frjálsir inn í Fjölni, það er ekkert mikla væntingar á liðið og erum að byggja svolítið á heimamönnum og nokkrum hérna til viðbótar þannig að mér finnst líka bara frelsi í því að hérna að hafa engu að tapa og geta bara að gefa allt í hvert leik og ekkert kannski með neina stóra pressu á sér. Og þú hefur fengið nokkra menn tilbaka sem að múru annars staðar. Já, við reyndum svona að safna þessum Fjölnismönnum sem voru komnir á kreik í öðrum klúbbum og náðum þarna í nokkra góða með gott Fjölnishjarta. Svo voru nú einhverju sem völdu önnur verkefni en hérna gott að fá þessa stráka heim. Og svo náttúrulega er ákveðin hópur sem að náttúrulega kom liðin upp í vor. Já, það er alveg grunnur í þessu liði og sem hefur verið í nokkur ár og margir strákar sem eru bara líka betri en þeir hérna vita sjálfir þannig að ég það kannski svona aðeins að sækja það í þeim að þeir átti sig á því hversu góðir þeir eru. Það þarf að þjálfa þá ekki síður andlega heldur en líkamlega. Já, í handbolta er það náttúrulega bara kannski enn stærri partur en hæfileiki sko, þannig að það er hluti af þjálfuninni. Og svo náttúrulega er svona kannski að fá fólk með hérna í hverfinu. Já, einmitt, nú erum við eina Fjölnislið sem er í efstu deild, þannig að ég vona bara Grafarvogsbúar flykkist á bak við okkur af því að það er hægt að mynda góða stemningu og það er að koma hérna landsliðsmenn að spila í Fjölnishöllinni þannig að ég vona innilega að Grafarvogsbúar flykkist á bak við okkur. Já, þeir myrkstu rötuði hingað í vor. Já, það var svaka stemning hérna á úrslitakeppni þannig að vel hægt að fylla þessa höll og gera þetta góðu vígi. Og fyrsti leikurinn, hann verður við nýlega í hér. Já, það er einmitt allt undir í fyrsta leik. Það er nú kannski einmitt auðvitað bæði lið að renna svolítið blint í sjóinn og við erum kannski einmitt að búa til svolítið nýtt lið með nýtt konsept á meðan liðið hefur verið lengi saman. Þannig að það kannski mun taka smá tíma fyrir okkur að finna svona alveg okkar leik en einmitt það er mikið undir í fyrsta leik af því að öll stig verða mjög dýrmætt.